Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla aðeins að fjalla eins og þið vitið þá máltækið myndir segja meira en 1000 orð. Og ég alltaf að tala valdið á bakvið það sem okkur sýnt. Og hérna sjáum við Obama, sem ráðinn pólitískur leikari. Gerald Celente segir alltaf pólitík showbusiness fyrir ljótt fólk. Obama reyndar svona nokkuð myndalegur held ég, ekki það að ég held það, hann sé bara nokkuð flottur. En sjáu þið hérna mynd á honum, þar sem að hann eins og lítið barn, sjáu þið. Og svo sjáu þið þennan gaur hérna. Þetta hérna þessi gaur heitir David Axelrod og hann vinnur fyrir, eins og allir, hann vinnur fyrir, þessi maður hærra settur en Obama. Þessi maður stjórnar, hann kallaður handler, eða umsjónamaður Obama. Hann með honum alla tíð. Hann sleppur honum aldrei úr augsýn. Og þessi þetta vald sem að hann vinnur fyrir, við köllum það sionista eða New World Order, eða það skiptir raun ekkert alveg máli hvað það heitir. Við getum alveg kallað Obama Julius Caesar, eða við getum kallað hann hvað sem og í raun veit enginn hvað hann heitir. Hann hefur aldrei gefið upp rétt nafn, fæðingarvottorðins hefur aldrei sést og það veit enginn hver Obama í raun. Og hérna Obama bara ráðinn leikari úr pólitíska showbusinessnum. Og sama þetta pólitíska fólk sem við erum að pirrast úti á Íslandi, hvort sem heitir Hanna Birna eða Davíð Oddsson eða hvað það heitir. Þetta eru bara Júdasar sem í vinnu, að fá 30 silfurpeninga og hefur ekki stærra pólitíska viðsýni en það, já, ég gæti nota 30 silfurpeninga, ég tilbúin að gera hvað sem takk, hérna eru 30 silfurpeningar, máli búið. Það hefur raun ekkert meiri viðsýni, það hefur ekkert siðferði, það hefur raun enga sál. Þetta það sem við köllum sálarlaust fólk. Við köllum þetta fólk psykopatha, við köllum þetta fólk ýmsum nöfnum. Og hérna, þannig að hérna bara svona lítið dæmi og hérna bara svona lítið dæmi og mynd segir meir en 1000 orð og þessi mynd nær alveg því sem ég að segja. Og hérna þið vitið að skák svona gamalt matador, þið vitið að hugsuður hafa stundum búið til svona spil, já, spurning hvort ég búið til spil eitthvað tímann, eða tabl eða eitthvað leiki, en allavega tabl hugsað sem svona meira svona hernaðar tæknifræði tabl. Þannig að það í raun, þessi stjórnmálamenn bara ráðnir leikarar í leiksýningu fáránleikans sem við erum öll föst í. En móteitrið að við séum upplýst, við þekkjum sannleikann, aftur komum við að því Biblían, akkur tala Biblían svona mikið blekkingar, sannleikann, ljósið. Jesú kom og sagði ég ljós þessa heims og við vitum að Illuminati oft talað hreyfing og þá fara alltaf menn að segja, já, ertu með félagslista yfir þessa Illuminati-gaura, já, eða ertu að segja Illuminati ráði bara öllu og með síónista, já, bara síónistar ábyrgi fyrir öllu sem gerist í heiminum og fara að tala eitthvað nöfn og eitthvað svona, þetta svo mikil heimska. Það svona sem heimskan talar, já, ég þarf að fara í orðskviðunar og lesa heimskuna, fara í orðskviðuna í Biblíun og lesa heimskuna.
að þetta eru táknmyndir. Sko, hvað er ljósið? Hvað er ljósið sem alltaf verið að tala um? Og Illuminati Jesú kom og gaf ljósið, Illuminati vill takmarka ljósið, þú sjáir ekki ljósið. Og ljósið snýst það og fæstir skilja allir þessa setningu, þessa pælingu að Jesú greiðið keisarinn það sem keisarans og greiðið Guð það sem Guðs að sko keisarans það sem keisarans er allt í hástöðum, fæðingavottar er hástöðum, þú ert registraður þegar það er inn í keisarans bull og til þess að vera til þess að taka þátt í ákveðnum viðskiptum í lífinu þarf að vera hluti af því dæmi, en síðan er líka lífið þitt og það er það sem er svo dýrmætt, það er það sem er svo heilagt og það er það sem að myrkri vill gera, það vill svipta þessu lífi sem þú átt sjálfur bara heima og þér er rólegum, sjá að fólk getur ekki sittið heima öðru sem þurfa að fara eitthvað fyllir í að gera þetta, að gera hitt. Það er þrælar af þessu dauðakerfi sem er allt í hástöðum. Lífskerfið er í lástöðum, má kannski segja, orðað þannig. Það er aftur bara tákmyndir. Þess fólk festist alltaf, eins og allir ég sá einhvern mynd það sem er talað að Jesús sé Hórus eða sólguðinn, Jesús Júlíus Sesar og svo farið að rekja það, akkur það er svoleiðis. Það getur vel verið að sé rétt, það skiptir bara engu máli. Sko ljósi heimi og séu allir að fara að lesa biblíuna eða einhverja bók, Kóraninn eða eitthvað sem þið langar að lesa og allir að fara að lesa bók og þeir vantar að ljós ferðu í lampan hjá þér og lestu, þetta er óserampera, nei, ég get ekki lesið með óserampera og eða Philips pera, skiptir það einhverju máli hver framleiðir peruna? Er ekki ljósið bara er það ekki ákveðið mann vantar bara ljós til að lesa og ég er búin að hafa þessa mynd opna til þess að hún brennist í hugan á þér þetta er snilldar ljósmynd þetta að vera frétta ljósmynd áratugsins minnaði ykkur á að styrkja mig kæru áhorfendur og minna ykkur á að svara tilbaka líka annars er ég bara að tala út í bláinn ef ég fæ ekki ykkur viðbrögð frá ykkur takk fyrir og bless